Ég segi fund settan í bæjarstjórn, þetta fundur númer 3506 og fyrir okkur liggur dagskrá í 4 liðum. Fyrsti liður á dagskrá tímabundin heimild til að víkja frá ákvæðum sveitarstjórnarlaga vegna farsóttar af völdum COVID-19. Vegna farsóttar af völdum COVID-19 hefur innviðaráðherra 2. febrúar síðastliðinn auglýst eftirfarandi ákvörðun með vísan til 1. málsgreinar 131. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 til að tryggja starfshæfi sveitarstjórna og til að auðvelda ákvarðanatöku við stjórn sveitarfélaga öllum sveitarstjórnum heimilt að taka ákvarðanir sem fela í sér tímabundið frávik frá ákvæðum samþykkta þeirra stjórn sveitarfélaga sem mæla fyrir framkvæmd fjarfunda, samanber 2. málsgrein 19. greinar sveitarstjórnarlaga. Sveitarstjórnum heimilt að taka þessa ákvörðun á fundi þar sem allir fundamenn taka þátt í fundum með rafrænum hætti. Heimild þessi öðlast þegar gildi og gildi til 31. mars 2022. Orðið laust þennan lið. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Það 11. Þá koma öðru lið á dagskrá. Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar viðauki til málsteku bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér lagður fram viðauki númer 7 fyrir fjárhagsárið 2021 en viðauki var lagður fram í bæjarráði 3. febrúar síðastliðinn og samþykktur og vísað hingað til bæjarstjórnar til afgreiðslu. Viðaukinn vegna A. Tilfærslu hagræðingarkröfu á óvenjulegum liðum yfir á málaflokk félagsþjónustu 55 milljónir króna. B. Tilfærsla á launapotti vegna betri vinnutíma af málaflokki félagsþjónustu yfir á málaflokk íþróttamála 17 milljónir króna og innan málaflokks félagsþjónustu 25 milljónir króna. C. Viðauki sem samþykktur var af stjórn Hafnasamlags Norðurlands 9. júlí síðastliðinn þar sem gert var ráð fyrir hækkun tekna upp á 80 milljónir króna og hækkun launa upp á 22,7 milljónir króna og hækkun annars rekstrarkostnaðar upp á 17,3 milljónir króna. Áætluð rekstrarafkoma Hafnasamlagsins batnar 40 milljónir króna með viðaukanum og þar með minnkar rekstrarhalli í samstæðunum þá upphæð. Þessar tilfærslur í viðaukanum sem við erum að leggja fram núna fyrir árið 2021 í rauninni bara lagfæringar á hlutum sem var í rauninni búið að samþykkja og gera hjá Hafnasamlaginu annars vegar og síðan þá að færa út hagræðingarkröfu upp á 55 milljónir og hefur ekki áhrif á rekstur eða áætlun með neinum hætti og þetta hér lagt fram til samþykktar í bæjarstjórn. Takk. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu orðið laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt viðauka númer 7 gefur merki. Það 11. Takk fyrir það. Þá komið að 3. máli á dagskrá. Óseri 1 umsókn breytingu á skipulagi til málsteku bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér liður 7 í fundargerð skipulagsráðs, dagsett 9. febrúar 2022. Erind Kristján Páls Hrafnkelssonar, dagsett 3. febrúar 2022 fyrir hönd Módelhúsa ehf. þar sem óskað er eftir tilfærslu á vestari lóðamörkum ósera númer 1. Suðvesturhorn lóðar yrði fært til vesturs 7 metra og norðvesturhorn lóðar yrði fært til austurs 7 metra. Nýtingarhlutfall lóðar yrði aukið úr 0,38 í 0,5 og byggingareitur merktur A á gildandi deiluskipulagi yrði stækkaði til norðurs þannig að koma mætti fyrir 2000 fermetra byggingu. Þá yrði bílastæðum innan lóðarinnar fjölgað í 80-90 stæði í stað 71 samkvæmt gildandi skipulagi. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki að gerð verði breyting á deiluskipulagi Óseyrar sunnan Krossanesbrautar og deiluskipulagi Stórholts-Lyngholts til samræmis við erindið. Og breytingi verður auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs þess að geta samþykkt tillögu skipulagsráðs gefur merki. Það 11. Og þá komið að síðasta lið á dagskrá, það skýrsla bæjarstjórn til málstekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég stikla nú á stóru í því sem helst hefur borið til tíðinda í starfi mínu síðan síðast. Þriðjudaginn 2. febrúar átti ég fjarfund með kanadíska sendiherrann á Íslandi mögulegu viðskipta og menningarleg samskipti Akureyrar og Kanada
og þann sama dag áttu við bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson og nokkrir starfsmenn sveitarfélagsins fund með sveitarstjórum við Eyjafjörð sem eiga með okkur aðildarsamning þjónustu við fatlaða. Rætt var kostnaðarskiptingu og mikilvægi þess að sveitarfélögin standi þétt saman þegar kemur að því að knýja fram auknar fjárveitingar frá ríkinu til málaflokksins. Fimmtudaginn 4. febrúar var haldinn fjarfundur möguleika á því að Akureyrarbær taki þátt í evrópsku samstarfsverkefninu með pólsku borginu Jelenu Góra. Fundurinn gekk mjög vel og gagnkvæmur áhugi á að láta reyna á gerð formulegs samnings samstarf á nokkrum sviðum. Ég hef síðan átt fundi öryggisvistun á Akureyri sem þarf að koma í betri farveg, fundi með forsvarsmönnum BSO miðbæjarskipulag og með almannavörnum vegna yfirvofandi óveðurs og vegna stöðunnar í COVID-faraldrinum. Einnig hefur verið fundað brunavarnir í Austurbyggð 17 en ríkið hefur nú loks staðfest að það muni greiða sinn hluta af þeim kostnaði sem hlýst af endurbótum þar. Þriðjudaginn 8. febrúar áttu við bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir afar gagnlegan fund kynjasamþættingu hjá sveitarfélaginu og fimmtudaginn 10. febrúar var ég gestafyrirlesari í Háskóla Íslands forystu og breytingastjórnun hjá hinu opinbera. Loks vil ég geta þess að síðustu helgi var ég við frumsýningu leikfélags Akureyrar á Skuggasveini og var afar ánægjulegt að geta aftur séð leikverk á fjölunum í gamla góða samkomuhúsinu okkar. Og daginn eftir átti ég ánægjulegan fund með Guðna T.H. Jóhannesinni forseta Íslands ýmis mál varða stöðu og framtíð Akureyrar. Takk fyrir. Þá bæjarstjóri lokið máli sínu og dagskrá tæmd. Eftirtaldar fundagerðir lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 3. og 10. febrúar, bæjarráð 3. og 10. febrúar, fræðslu- og lýðheilsuráð 7. febrúar, skipulagsráð 9. febrúar, umhverfis- og mannvirkjaráð 28. janúar og velferðarráð 2. febrúar og allar þessar fundagerðir hægt að nálgast á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið 7